Já, við ætlum að fjalla á næstu mínútum meira áberandi vanda út í umferðinni. Það akstur undir áhrifum fíkniefna sem getur birst mönnum með hrikalegum hætti og haft ömurlegar afleiðingar. Tölfræðin öll á einn veg og til að ræða það eru komnir hingað Einar Magnús Magnússon, sérfræðingur á Samgöngustofu, Þórir Ingólfsson, lögreglufulltrúi hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og Jón Magnús Kristjánsson, yfirlæknir á bráðamóttöku Landspítalans. Fyrst bara að tölfræðinni, Jón. Hvernig horfir þetta við ykkur í tölum? Það sem við erum að sjá í tölunum hjá okkur það að á síðustu árum hefur orðið gríðarleg fjölgun í þeim sem leita til okkar af ýmsum afleiðingum vímuefnaneyslu. Og við erum að sjá þetta síðustu 3 árin sem þessi aukning hefur orðið og þetta orðið meir en 2-földun á síðustu 2 árum í þessum komum til okkar. Já. En hjá lögreglunni, hvernig horfir þetta við ykkur? Já, það má eiginlega segja að það vorið gríðarlega mikil hækkun á málum sem við erum að taka inn sem varða fíkniefna akstur. Og það sem gerist í raun og veru upp úr 2013 það að þá byrjar tilfellum vímuefnaaksturs að í raun og veru þau verða fleiri en tilfelli ölvunaraksturs sem hafði ekki verið áður og þetta eitthvað sem við sjáum vist líka á Norðurlöndum. Já, og þetta eru ljótar tölur á ykkar borðum, Einar Magnús? Já, sannarlega og við veitum því athygli sérstaklega núna á þessu ári þegar við vorum að skoða, til dæmis ef við skoðum fyrstu 5 mánuði þessa árs. Þannig að það liggur náttúrulega ekki fyrir tölfræði, slysatölfræði alls ársins, en ef við tökum fyrstu 5 mánuðina, þá erum við að sjá fjölda látinna og slasaðra, bæði lítið slasaðra og alvarlega slasaðra, núna fyrstu 5 mánuði þessa árs, fjöldin 51. Meðaldal, 12 ára á undan, var 12. Þannig að þetta rúmlega 4-földun frá meðaldali og árið þar á undan var það 26. Þannig að þetta gríðaleg aukning og endurspeglar algjörlega það sem að þeir eru að segja og sjá í sínum bæði aðgerðum og tölfræði. En af hverju, Jón, af hverju þröskuldurinn að lækka? Af hverju ungt fólk á viðkvæmasta aldri lífsins að fara með svona hrikalega hröðum hætti úr að prófa pillur yfir í það að sprauta sig? Þetta held ég sé eitthvað sem að bæði við og aðra þjóðir eru að velta fyrir sér. Hvað breyttist eiginlega? En ég held að svarið liggi bara í almenna viðhorfum. Þetta liggur í menningun okkar. Þetta liggur í þjóðfélagin okkar. Þannig að þetta ekki unglingunum að kenna. Þetta ekki einhverjum utangarshópi einstaklinga að kenna. Þetta kemur úr sjónvarpsþáttunum okkar, bíómyndunum okkar, tónlistinu okkar. Þetta kemur úr mörgum þáttum menningar þar sem að það að neyta eiturlyfja, allt frá kannabis upp til sterkar lyfja, allt í einu orðið ásættanlegra. Það orðið eðlilegra og talið hættulausa heldur var bara fyrir 10 árum síðan. Förum aðeins út í umferðina, Þórir, hvernig sjáið þetta? Þið eru sérfræðingar á vettvangi. Hafið á tilfinningunni þegar sjáið bíl skjótast fram hjá ykkur að þessi maður, hann undir áhrifum sterkra fíkniefna? Það getur í raun og veru verið með alls konar móti. Bæði oft það þannig að það verið að tilkynna bara hreinlega akstursslag á viðkomandi. Nú stundum verðum við líka vör við það að það bara hreinlega ofsakstur sem tengist þessu. Það jafnvel fólk á mjög örvandi eiturlyfjum eða slíku. Því miður og þá það oft þannig að þetta kemur í ljós þegar að fólk að lenda í slysum. Það að lenda í árekstrum og þá verður þetta mjög bersýnilegt og þá þurfum við að bregðast við. Og hvernig að fást við þetta með einstakling út úr dópaðan og ruglaðan, kannski aggressívan líka í þokkabót? Fólk náttúrulega í allavega ástandi, sumt mjög sljótt. En hvernig viðkomandi lendi kannski í alvarlegu slysi? Á það til að bara ráðast á ykkur? Já, ég held að það séu dæmi nánast allt þetta og svo þetta líka, þetta er fjölþætt vandamál. Þetta er allt frá því fólk sem að neyta lyfja í kjölfar jafnvel einhverja sem eru jafnvel áskrifuð á þau með löglegum hætti og síðan fer það út í umferðina. Þetta getur líka verið bara hreinlega ungi menn sem eru í steranótkun og orðnir í raun og veru kannski mjög aggressífir út af því. Þetta er svo ofboðslega fjölþætt vandamál og eitt af því að sem gerir þetta erfiðara fyrir lögreglu það er það að viðmiðin fyrir ökumennina sjálfa eru kannski ekki alveg skýr. Það er mjög einfalt að segja eftir einn eða ekki neitt, en það er kannski aðeins öðruvísi þegar við erum að ræða lyf og annað slíkt og hefur verið óskýrara.
En svo þetta líka það þannig að bara hreinlega hvernig eigum við að mæla þetta? Hvernig eigum við að komast að því að viðkomandi sé undir áhrifum? Hversu mikið má vera af lyfjunum í blóði og svo framvegis? Þannig að þetta ekki alveg jafn klippt og skorið kannski og eftirlit með ölvunarakstri hefur verið og þar leiðandi ekki alveg jafn markvisst. Hægt að spyrja hvað verst af þessu? Það sterandi kannski? Veistu, ég veit ekki hvað verst, sko. Þetta bara allt alveg skelfilega hættulegt. Ég auðvitað, ökumaður sem undir sljófgandi áhrifum stór hættulegur í umferðinni, kannski ekkit nánast ekki viðstaddur undir stýri. Svo hins vegar annar sem getur verið undir áhrifum örvandefna eða stera sem keyrir eins og það sé engin morgundagurinn, eða bara viðkomandi sé ósigrandi. Þetta eru bæði mjög hættuleg dæmi, þannig að þetta í raun og veru bara bæði mjög hættuleg. Þegar Þóri segir þetta Einar, þá hugsa maður bara börnin sín, ósjálfrátt, sem líka út í umferðinu, labba heim á skólanum. Þar líka vandinn. Já, sko, líkurnar á því að einstaklingur undir áhrifum vímuefna lendi í eða valdi slysi eru svoleiðis margfalt sem meiri heldur en einstaklingur sem bara í eðlilegu andlegu ástandi. Þannig að það ekkert vafamál hversu ofboðslega alvarlegt þetta og það ég þykist vita það að allir þeir sem hafa valdið banaslysum, örkumli fólks á öllum aldri, börnum líka, þeir hafa lagt af stað alveg fullvissir það og búin að skrökva því að sjálfum sér, sem nú oft eðli þessara neyslu. Að þeir hafi haft fulla stjórn á öllu saman, þetta sé allt í góðu lagi og jafnvel bara einn ópal, hann reddar ferðinni. En þegar við tölum akkurat það atriði, heldur að sko þröskuldurinn sé lægri hjá fíkniefnaneyturum, heldur til dæmis þeim sem eru búin að fá sér tvöfaldan vodka, sá sem búin að fá sér vín, hann veit afleiðingarna kannski meira, að hann missir prófið, fær háa sekt og getur valdið slysi sem eyðileggur hans líf eins og annarra, en sko fíkniefnasjúklingur kannski svo annarlegu ástandi að honum kannski bara sama. Já, sko það er rosalega erfitt eins og Þórir gat til hérna áðan, það óbúslega erfitt í rauninni að setja mælistiku á þetta. Líka kannski sérstaklega í ljósi þess og ég held að sé mjög mikilvægt að fólk gerir sér almennt grein fyrir því og sérstaklega foreldrar. Að þetta ekki einsleitur hópur lengur. Þetta var ákveðin svona getum við sagt ákveðin tegund af fólki kannski sem leiddist út í þetta. Svona taparar, en nú þetta líka sigurverðir. En núna þetta orðið, svona, nú viðhorfið orðið einhvern veginn þannig og meðvirknin í samfélaginu orðið svo mikil fyrir þessu að nú þetta bara orðið fólk sem ber það ekkert utan á sér að vera í þessari neyslu. Þannig að þetta þessi acceptance, þessi viðurkenning á þessari neyslu þessari stórkostlega hættulegu neyslu og hann orðinn svo mikil, hún orðinn svo mikil viðurkenningin að við verðum einhvern veginn að spyrna við fótum. Jón Magnús, hvernig birtist þetta ykkur á venjulegum degi? Fólkið ykkar í hættu? Starfsfólkið? Það kemur alveg fyrir. Við náttúrulega þurfum eins og lögreglan að takast á við fólki undir öllum kringumstæðum, bestu stundum lífsins og verstu stundum. Nefndu dæmi, kemur einhver svo aggressífur að þið bara ráðið ekki við hann? Já, sjálfsögðu og við erum í mjög þéttu samstarfi við lögregluna í þeim tilvikum, auk þess sem við í sumum tilvikum þurfum hreinlega að sprauta fólk niður vegna þess að það svo æst og aggressíft að við ráðum ekkert við það. Og við höfum séð alveg ótrúlega dæmi það, en við reynum að tryggja öryggi okkar starfsfólks eins og við getum en það hefur ekki verið nóg. Þessi aukning á neyslu hefur aukist og á sama tíma minnkandi virðing af þeim skorti betra orð við yfirvöld að það orðið ég meina, þegar ég var unglingur þá dytti mig ekki í hug að slá til lögreglumanns eða hrækja eftir honum en mér skilst að það sé orðið daglegt brauð hjá lögreglunni. En það sama og líka við heilbrigðisstarfsfólk. Ég meina, fólk var ekki að ráðast á heilbrigðisstarfsfólk þó að það væri í alls konar ástandi fyrir einhvern mánuð síðan en þessi breyting hefur orðið þjóðfélaginu okkur. Við þurfum að læra að takast á við það. En þú nefnir ótrúlega dæmi, sko, fólk að eyðileggja muni, ganga í skrokk á hjúkrunarfræðingum og læknum? Þetta höfum allt séð. Við höfum séð fólk henda stólum, brjóta spegla, ráðast að starfsfólki með glerbrotum, komu með vopn og ota vopnum að okkur á bráðamóttökunum. Við höfum séð þetta allt saman.
og ef við værum ekki í þessum miklu samstarfi lögreglan þá veit ég ekki hvernig hefur farið þessum tilvikum. Og hefur þetta þjálfað þitt fólk sérstaklega út af þessu? Við höfum byrjað á því og þurfum að ganga lengra í því og erum við sérstakt átak í gangi núna í vetur öryggi starfsfólks á spítalanum öllum en sérstaklega á bráðamóttökunni. Og eru núna 6 starfsmenn í Kanada að kynna sér málið nánar til þess að koma heim með þekkingu hvernig þetta hefur verið annars staðar því við erum ennþá þannig ef við erum eftirbátar sumra annarra landa í þessum málum. En það eitt sem ég langar til þess að koma inn í þessa umræðu líka og það það að við skulum ekki gleyma öllu svokallaða læknadópinu, öllum lyfjónum sem í notkun. Það getur verið lyf sem eru fólki jafnvel lífsnauðsynleg. Það getur verið lyf sem að fólk þarf virkilega á að halda vegna slæmra verkja eða mikils kvíðasjúkdóms eða annarra sjúkdóma sem að gera það í raun og veru óhæft undir stýri. Og við höfum svolítið saknað svona sem stétt að það sé leið til þess að tilkynna eða setja minnst að kosti fyrir ykkur að nefnd að nú þessi einstaklingum komið þessi lyf að vera sniðugt að hann væri ekki að keyra á meðan. Og það bara ekkert kerfi til þess. Við höfum engan heimild í raun og veru til að banna einstaklingi að aka. Við segjum við mælum með því og keyrir ekki meðan. Þú mátt í raun og veru, við tökum stýpra orðið heldur við raun og veru megum og segjum þú mátt ekki keyra meðan þú ert á þessum lyfjum. En við höfum enga heimildi til að taka ökuskírteini af fólki og við höfum enga heimildi til að láta lögregluna vita að þessi maður að keyra undir áhrifum þessar lyfja sem hefur verið eitthvað sem við má ekki af. Þannig líka vandinn, fólk kannski gerir sér ekki grein fyrir því að það tekur inn einhverja töflu og áhrifin verða einhverjum stundarfjórðung eða svo og kannski sest undir stýri á þess að vita því. Það er rétt sem að Jón kemur inn á. Þetta held ég miklu stærra vandamál heldur en að við almennt gerum okkur grein fyrir. Og það hleypur á tugum að mér skilst fórnarlömb þessa, bara það sem afir þessu ári. Við erum jú heimsmeistari í lyfjatöku. Já, og þessari misnotkunar í lyfjatöku sem búið að kosta mörg mannslíf. En það reyndar, má nefna það hér að það var mælt fyrir að ég held í gær nýju frumvarpi umferðarlög. Og þar einmitt aðeins komið inn á þetta ákveðin úrræði sem eru að fyrirmynd normanna. Það sem að verður meira og betur skorið úr það að þú telst ekki hæfur til aksturs og ert í rauninni ekki löglegur sem ökumaður undir áhrifum tiltekinna lyfja. Það svona held ég farið með rétt. Þórir, Jón Magnús nefnir þarna að það sé að verða ákveðin breyting á samfélaginu, það þykir orðið innan gæsalappa sjálfsagðara að gangi í skrokk á lögreglumönnum, spýta á það munnvatni, hrækja á það og hreytiði ónotum alls konar. Finnið þið fyrir þessari breytingu? Já, ég held að auðvitað þá ákveðin breyting. Ég held samt sem áður að þá erum við þar lánsum að við njótum mikils trausts og ég held að almennt séð þá kemur fólk vel fram við lögreglunni, jafnvel þó það sé í slæmu ástandi. En auðvitað það þannig, þau eru margvísleg og það eru flestir lögreglumenn sem hafa langan starfsaldur, hafa lent í því að fá einhvers konar áverka eftir árás. Þannig að ég held að við þekkjum það nánast öll sem hefur verið þarna í mörg ára að hafa orðið fyrir árás að einhverju leyti. Við þyrftum kannski að skoða betur. Ég veit ekki hvernig tölurnar eru nákvæmlega hvort þessu hafi fjölgað. En það sem ég held að með þetta vandamál sem við erum að horfa fram á í dag, ég held að við þurfum að vara okkur ofboðslega á því að horfa ekki á það þröngt og segja þetta snýst ákveðna típu manna. Fólk sem hefur flosnað upp úr skóla á að við vandamáli eða við hugsum að þetta eigi við ykkur og svona eins og maður heyrir stundu fleygt ykkur að pillukalla eða eitthvað slíkt. Þetta ekki endilega þannig. Við bara búum á tímum núna þar sem að upplýsingarnar þær flæða, réttar og rangar. Og það verið að algjörlega drekkja ungviðin okkar í röngum upplýsingum öll þessi lyf og allt þetta sem í gangi. Og jafnvel eru til heimasíður þar sem eru verið að kenna fólki hvernig að vera í tiltekinni neyslu og trappa sig upp eða niður eftir þessa hina neysluna. Og það hefur orðið bara ákveðin svona normalisering á fíkniefnaneyslu sem það versta sem hægt að hafa. Og það það sem að skapa þessi vandamál. Það að ungu fólki, mörgu hverju og jafnvel eldra,
finnst einhvern veginn í lagi að vera í helgarneyslu, að vera í að éta lyf og svo framvegis. Og líta til þess að það bara sem hjálpartæki til náms. Já, maður hefur heldur betur heyrt það. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að við tökum á þessu heildstætt og þetta ekki lögregluvandamál, þetta ekki heilsufarsvandamál, þetta alltaf þessu, þetta bara samfélagslegt vandamál og við þurfum að horfa á þetta svolítið breytt og það var fyrir ekkert svo rosalega mörgum árum síðan, þá horfðum við á reykingar og hugsaðum hvað eigum við að gera, nú vitum við að þetta óhollt og við vitum að þetta að drepa fólk, hvað ætlum við að gera? Náðum við því með valdboðinu? Nei. Náðum við því með sektum eða fangelsins? Nei. Við náðum þessu með almennri skynsemi og höfða til fólks. Og það þannig að það vill enginn held ég vera í neyslu á þessu öllu. Ég held að enginn haldi því fram að hann verði meiri eða betri eða neitt af neyslu vímuefna. Fólk einhvern veginn komið á þennan stað og þá líka annað, þá bara verður svolítið erfitt að takmarka sjálfan sig og ferðafrelsi og annað og fólk kannski finnur það ekki hjá sjálfum sér og þess vegna skiptir svo miklu máli við stuðlum að þessu öll saman að taka á þessu því að þetta raunverulegt vandamál. Fólk að deyja í umferðinni út af þessu. Og við verðum einhvern veginn að horfa á þetta saman. Já, Magnús, þetta andlegt líka, þetta andlegir erfiðleikar sem að baki þarna oft á tíðum. Finnurðu fyrir móralnum hjá þessu fólki sem kemur til þín og átt að segja á því að það hefur lent í þessum ömurlegu ósköpum, eða því kannski sama? Nei, langflestum ekki sama. Og langflestir sem eru í þessu ekki þessir fáeinu sem eru komnir á götuna og það sem allt farið. Langflestir sem lenda í þessu eiga bara sína fjölskyldu, eiga sína maka, sín börn, sína foreldra og oft held ég hugsunarleysi lenda í umferðaróhappi vegna þess að það undir áhrifum ykkur efna og angistinn og sektarkenndi sem fylgir því gríðarleg og fólk niðurbrotið yfir því sem það hefur gert, þannig að þetta ekki hópur fólk sem bara alveg saman. Það ekki þannig. Og ég vil mikið taka undir þetta sem var verið að segja, að ég held að við nálgumst þetta mál og lögum það með heildræni nálgun, alveg eins og reykingana, alveg eins og unglingadrykkjuna. Og þetta snýst það að þetta snýst fræðslu. Unga fólkið okkar í dag bara klárara, betra og hefur bjartari framtíð heldur við nokkuð tíma. Og miklu betri aðgang á upplýsingum. Miklu betri aðgang á upplýsingum, miklu skýrari framtíðarsýn, miklu áttari á því að aðalatrið ekki að eignast sem mesta peninga og komast sem fyrst í mark og svo sem mest dót þegar hann deyr vinnur. Það ekki þannig í dag. Og þannig að vonin okkar liggur akkurat hjá unga fólkinu í staðinn fyrir að kenna þeim þennan vanda. Hins vegar þurfum við að vinna þetta með þeim. Og sérstaklega hlutir eins og lögregluembætti sem hefur verið fjársvelt, alveg að minnstakosti frá hruni, sem hefur leitt til þess að þeir hafi ekki getað tekið sinn hluta af boltanum í fræðslu til unglinga. Það að lögreglan fer að hitta þig í skólanum frá því þú smá polli, og þangað til að þú að klára framhaldsskóla en þú bara þekki lögregluna þeirra. Þeir koma að taka þátt í fræðslunni með hjúkrunarfræðingunum og öðrum einstaklingum sem hafa þekkingu á þessum málum. Það það sem eftir að skila árangri. Það ekkert lög eða boð eða bönn eða neitt annað. En að Magnús að lokum, hvernig tökum við á þessu? Við erum að reyna kynnast vandanum, við þekkjum orðið vandan og kannski það sem kemur fram í þessu spjalli okkar að þetta svo almennt. Þetta ekki ein típa af mannesku sem að fremja þessi afbrot, heldur bara þverskurinn á samfélaginu. En hvað svo? Þetta orðið almennt og fjölmennt. Og við héldum einmitt fund í gær, Samgöngustofa og lögregla höfuðborgarsvæðisins boðaði til fundar í gær þar sem að var stór og mikill hópur aðila sem að koma að þessum málum með einum öðrum hætti. Til að stilla saman stengri. Til þess að greina vandamálið sem var vandlega farið ofan í og síðan ætlum við að hittast aftur og við ætlum að reyna að horfa til þess hvernig við getum uppfrætt almenning raunveruleika þessa að neyta fíkniefna og í rauninni að vinda ofan af þessum ósannundum sem að vaða uppi varandi eins og kannabis og annað þar sem að eru vera fullir þá á heimasíðum og í samtölum manna í milli að það sé jafnvel hættulegra að reykja kent með filter heldur en það að reykja kannabis. Það vera að normalisera hluti. Já, við þurfum að gefa fólki kost á því
sko lausnin ekki endilega sko boð og bönn. Nei. Heldur að þegar þú stendur frammi fyrir freistingunni að neyta vímuefna, að þú getur þá tekið upplýsta ákvörðun það. Já. Og það eru svo mörg okkar sem eru ekki að gera það í dag. Við erum með ranghugmyndir, alveg ofboðslega alvarlega ranghugmyndir. Og við þurfum að leiðrétta þetta. Og við þurfum að hætta þessari meðvirkni. Samfélagið þarf að taka sko hrinda af stað stóru, langvinnu átaki, næstu áratugina og jafnvel endalaust. Til þess að alveg eins og þú segir börnunum þínum að passa sig á eldinum, þá þurfum við að segja þeim þetta. Og þarna koma auðvitað foreldrar inn í, menntastofnanir og samfélagið í heild sinni með ýmiss konar upplýsandi fræðslu. Viðurkenna vandann. Bestu þakkir fyrir komuna, herramenn. Við förum að skipta yfir í aðra sálma. Þórður Snær Júlíusson kemur í myndverið innan skamms að tala penningastefnu Seðlabankans á mannamáli.